afsakið þetta, glemt að kveikja. En góða kvöldið og hjartanlega velkomin í messu í Lindakirkju og velkomin þið sem að sitja heima og fylgist með í streymi. Ég vil bara taka ofana fyrir ykkur að láta veðrið ekki stoppa ykkur og mæta í kirkju þrátt fyrir þessa haustlægð, hressilegu. En það kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem að leiðir sönginn í kvöld. Þið takja sjálfsögðu vel undir. Vers vikunar eru fyrra Pétursbréfi og hljóða svo. Varpið aldrei áhyggju yður á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Sem notnum Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og það þá ekki drottinn minn hirðir? Drottinn miskunna þoss. Kristur miskunna þoss.
Drottinn miskunnað þvós. Þökkum Drottni og vegsum hann. Og þá syngjum við saman löngin. Fyrri ritingalesturinn úr annarri Mósebók. Þegar mönnum var ljóst að Móse seinkaði ofan á fjallinu, þyrtust þeir af Aroni og sögðu við hann: Komdu og búðu til Guð handa okkur sem getur farið fyrir okkur, því að við vitum ekki hvað varð þennan Móse, manninn sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Aron sagði við þá: Slítið gullhringana úr eyrum kvenna ykkar, sona og dætra, og færi mér. Þá sleit allt fólki gullhringana úr eyrum sér og færði Aroni. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, bræddi og steypti úr þeim kálf. Þá sagði fólkið: Þetta er Guð þinn Ísrael, sem leiddi þig út af Egyptalandi. Þegar Aron sá þetta reisti hann altari fyrir framan kálfinn. Síðan hrópaði hann og sagði: Á morgun verður Drottni haldin hátíð. Morgun eftir voru þeir snemma á fótum, færðu brennifórnir og leiddu fram dýr til heillafórna. Því næst settist fólki til að eta og drekka og stóðu sér upp til að skemmta sér. Þá sagði Drottinn við Móse: Farðu niður eftir, því að þjóð þín sem þú leiddir út af Egyptalandi hefur steypt sér í glötun. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa steypt sér kálf, fallið fram fyrir honum, fært honum sláturfórnir og sagt: Þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Síðari ritingalesturinn úr fyrra Tímóteusarbréfi. Já, trúin samfara nægjusemi er mikill gróða vegur. Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum okkur það nægja. En þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og lenda í snöru allskyns óviturlegra og skaðlegra fýsna. Þeir sökkva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fégirndin er rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, en stundar réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðuglyndi og hógværð. Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Og þannig hljóðar hið heilaga orð.
Kærar þakkir. Þá megið þið sem eigið auðvelt með rísa á fætur og heyrum heila Guðspjall. Það í Lúkasar Guðspjalli. Þá sagði Pétur: Við yfirgáum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jesús sagði við þá: Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn vegna Guðs ríkis án þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi, eilíft líf. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum trúna okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næsta lag, Áslaug, ætlar þú að segja eitthvað frá því? Ég segi þetta sem lagið mitt, það ekki? Að því ég bað hana Áslaug að semja lag við uppáhaldsljóðið mitt fyrir nokkrum árum, 10 árum, einhver fleiri. Og þetta afraksturinn, bara njótið. 10 árum seinna, já. Mér finnst að við verðum að gefa henni gott klapp henni Áslaugu. Mér þykir allavega óendanlega vænt þetta lag. En náðu sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Hvað keyptirðu fyrir peningin sem frúin í Hamborg að þér? Höfum við ekki öll leikið þennan leik? Ég keypti mér hús og bíl og snekkju, þegar ég segi svona.
En við höfum líka eflaust flest hugsað einhvern tímann að lífið yrði nú betra og auðveldara ef við ættum aðeins meiri pening. Það ekki. En hvenær nóg? Verð ég hamingjusamari ef ég kaupi hús í staðinn fyrir íbúð? Eða ef ég kaupi mér stóran jeppa? Eða ef ég á milljónir inn á bankabók? Ég rakst á frétt sem sagði frá konu sem hafði heldur betur heppnað með sér. En fyrir nokkrum árum þá fékk hún aðalvinning í Euro Millions og vann tæpa 5 milljarða. Hvorki meira en ég minna. En þessi kona, Margaret, hún sagði síðar að lottóvinningurinn hefði ekki fært henni neitt annað en eymd og hefði í rauninni eyðilagt líf hennar. Og jafnvel var það þannig að áður en hún vann vinninginn, þá hafði hún lifað á bótum og verið atvinnulaus. En hún sagði það engin tilgangur að eiga 5 milljarða ef ég einmana. Það gerir mig ekki hamingjusama. Og það er nokkuð til í því. En textar dagsins fjalla allir peninga á einn eða annan hátt. Og þó að sé deilt það hvort að peningar geti átt þátt í hamingju okkar, þá er staðreynd samt sú að ef við erum í þeirri stöðu að eiga erfiðleikum með að ná endum saman, þá veldur það mannlíðan. Og ætlum við ekki flest upplifa slík tímabil einhvern tímann. Og það er bara stress og kvíði og svona. En í dag ætlum við að skoða hina hliðina, ríkidæmi eða fégirnd, eins og við talaðum í textunum. Og það sem sagði, fégirndin er rót alls íls, og við þá fíkn hafa nokkri vils frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En Guðspjall dagsins er endurinn á svari Jesú við spurningu Auðugs höfðingja sem spurði hvað hann þyrfti að gera til að öðlast eilíft líf. Og Jesú segir honum að fylgja boðorðunum og höfðinginn segist hafa gert það. En þá segir Jesús við hann, enn er þér eins vant, sel allt sem þú átt og skipt á meðal fátækra og munt þú eiga fjársjóð á himnum. Kom síðan og fylg mér. En hann heyrði þetta, varð hann mjög hryggur, enda auðugur mjög. Og það kemur fram á öðrum stað að höfðinginn, sem var vell auðugur, hann átti hús sem var bara fullt af fallegum munum, hann gaf ekki með sér. Og hann hjálpaði ekki fátækum nágrönnum sínum, heldur lá á eigum sínum eins og ormur á gulli. Hann var sjálfselskur. Hann hugsaði bara sjálfan sig. Hann var ríkur, en hann nýtti það ekki til góðs. Og hans raunverulegi Guð var í rauninni þetta þæginda líf. Og það sem hann tilbað voru peningarnir og eigninar. Hann var svona efnishyggjumaður. En þess vegna segir Jesús honum að selja allar eigur sínar og gefa fátækum. En við vitum að það er alveg til fullt af fólki sem er vel ríkt og það notar bara auðsinn til að láta gott af sér leiða og gefur góð málefni og svoleiðis. En þessi maður gerði það ekki. Og hann tilbað auðsinn og á meðan tími hans, hugsanir og orka beindust að mestu leita ríkidæminu, þá vissi Jesús að hann myndi ekki finna hamingju. Og þess vegna varð hann bara að skipta alveg gír, selja allt, gefa fátækum og reyna að lifa lífinu fyrir aðra af jafnmiklum ákafa og hann hafði áður gert fyrir peningana. Samkvæmt nýlegri eða nokkrar ára gamalli rannsókn sem var gerð við viðskiptafræðideild Harvard háskóla, þá fæst hamingjan að einhverju leyti fyrir peninga. En einungis, ef að sá sem eignast þá, deilir þeim með öðrum. Og það hafa verið gerðar bara margar fyrri rannsóknir sem að benda til þess að það veit okkur hamingju að gera góðverk. Og því þótti höfundum þessara rannsóknar vert að athuga hvort það gæti aukið hamingju fólks, bara ef það fengi peninga eða gæfi með sér.
Og það kom í ljós að fólk sem eignaði skyndilega peninga og deildi með vinum sínum og fjölskyldu eða gaf til góðgerðamála, það kvaðst mun hamingjusamara en þeir sem eyddu öllum peningunum í sjálfan sig. Og þá skipti upphæðin engu máli, að því að rannsóknin fór meðal annars fram með þeim hætti að námsmönnum voru gefnir ýmist $10–20 sem nokkert há upphæð sem þeir máttu bara ráðstafa að vild. En svo voru líka starfsmenn fyrirtækis í Boston sem fengu kaupauka á bilinu $3,000 til $8,000. Og í báðum tilvikum þá kváðust þeir sem deildu peningunum með öðrum vera hamingjusamari en hinir. Það höfðu aukið hamingju sína. Og þetta vissi Jesús alveg fyrir 2000 árum. Að Jesús hann hafði ekkert á móti auði eða peningum. Heldur misnotkun auðsins. Hann var ekkert á móti því að menn nytu lífsins gæða, en hann var ósáttur við að menn hugsuðu bara sjálfan sig. Verðmætum á að deila og nýta til góðs, en ekki safna í hlöður. Ef að eignir okkar svift okkur kærleikanum til annara og ger okkur skeytingarlaus bara fátækt náungans, þá græðgin búin að blinda okkur sýn. Ég ætla að enda á að lesa aftur orðin úr fyrra Tímóteusarbréfi sem ég held að sé gott að hafa bak við eyrað og minna sér reglulega á. Það eru svona: Já, trúin samfara nægjusemi mikill gróðavegur. Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Dýr sé Guði Föður og Syni og Heilugum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Way
Dásamlegt. Mér finnst nú bara í lagi líka að minna á að hún Gógó verður með tónleika föstudagskvöldi 1. október klukkan 8. Verður sungið svona róleg og rómantísk lög. En nú er komið að bænastund og við höfum þann háttin á í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum í huganum fram þau bænarefnin sem hvíla á okkur og meðan syngur kórinn. Og svo vil ég benda líka á bænaraltari sem er aftast. Það er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga honni í raufina á altarinu og það er beðið fyrir öllum bænarefnum á 50-dagsmorgnum í kirkjunni. Og eins þið sem eru heima og eru upplagt að kveikja á kerti. Þú Guð ert hæstur
Guð, þakka þér fyrir að þú ber umhyggju fyrir okkur og vilt ganga með okkur gegnum lífið. Viltu létta á okkur áhyggjunum framtíð okkar og kenna okkur að horfa til þín og treysta gæsku þinni allar stundir. Og við byggjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur Lindakirkju. Við byggjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kenndir og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fyrir að líða lokum hjá okkur og við eigum eftir að fá 1 eða 2 lokalög. Þið megið rísa á fætur sem treysti ykkur til og þykja blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Ég með gærna setjast, við viljum að fá að syngja fyrir ykkur svo blessun árið núna sem Dís var einmitt að fara með. Áfram bara Dís. Við ætlum að enda með einu hressulagi til þess að kannski að koma okkur út af þessu leiðinda veðri bara og gleyma þeim stund og koma okkur í smá gospel stemmingu. Ég var með gospelnámskeiðinu á Hjálpræðslu núna alla helgina og var nú bara að klára tónleika fyrir nokkrum tímum síðan. Fullt af fólki, mjög gaman og minni á starf Hjálpræðsins. Þó við séum nú Lindakirkju að kynna okkar starf, þá alltaf að kynna starf annarra safna sem að gera góða hluti og það frábært starf sem unnið þar og þar eða stödd þar í hádeginu einhver dag þá getið fengið mat
fyrir 1500 krónur og stutt í leiðinni einhvern annan sem fær ókeypis mat sem ekki hefur efni og að borga fyrir matinn, þannig að, og þetta æðislegur matur. Allavega kíkið á Herkastalann, en við ætlum að enda á einu gospellagi sem ég tók einmitt í dag og það var svaka stemming þar. Ég vona að þið verið líka svolítið hress og skemmtileg. Þið komist í gírinn. Hún Áslaug leiðir okkur í þessu lagi og þetta er svaka stuðlag. Give me that old time religion. Gott að enda svona, að þá segjum bara förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það!